Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og gestir mínir í spjallinu í kvöld eru Guðlaugur Jónasson, trillukall með meiru og Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður, hvað á maður að segja, vélstjórafélags og málm og... Félag vélstjóra og málmtæknimanna. Og málmtæknimanna. Já, svo komið því til skila. En það sem mig langar að ræða við ykkur, drengir, kannski fyrst og fremst, verðlagning á uppsjávarfiski í dag. Hvernig við erum í samanburði við nágranna okkar, þar að segja annars vegar Færeyinga og hins vegar Norðmenn. Og það kannski best að þú byrjir, Guðlaugur, þú hefur tekið þetta saman. Já, ég tók núna síðustu makkelvertíð og setti þetta allt upp í Excel, hvert einasta skip og aflan hjá þeim og reknaði þetta allt saman út og ég talaði við fjölda sjómanna og uppsjóvamanna og þeir voru allir sammála það að það væri svona 200 kall mismunur bara, svona meðaltali, landað á Íslandi, landað í Færeyjum. Og niðurstaðan úr því eigum við ekki að skella henni bara beint hérna á skjáinn. Jú, það bara kannski best að fá það á skjáinn núna. Þegar við berum saman hennar afla þá vantar 23 milljarði aflaverðmæti og sjómenn fá 4,8 milljörðum minna í vasan hjá sér heldur en ef aflanum hefði verið landað út í Færeyjum. Ríkið missir þarna 2,2 milljörðum og þetta bara makkelvertíðin 2 mánuðir. Og útsvarstekjur og hafnagjöld sveitafélaga 1,1 milljarður. Og þetta eru engar smá upphæðir og það ekki hægt að reyna að ljúga sig út úr þessu. Það ekki hægt. En sko, við verðum náttúrulega að byrja á því að taka nótis af því að þessi skip, norsku, íslensku og færeysku að veiða þetta nánast úr sömu torfunni. Þau eru hlið við hlið þegar þau að veiða. Þegar við berum okkur sama við Færeyingana í þessu dæmi, þá voru þeir bara að veiða sama fisk í sama sjó, bara sama torfan. Ég á við það. Þetta ekki á öðrum tímum eða öðrum tíma hluta ársins eins og hefur stundum verið sagt varðandi makrílina að Norðmennirnir fái hærri verð af því að þeir eru að veiðan í október, nóvember þegar við veitum hann kannski í júlí, ágúst. Það hefur bara ekkert með það að gera, sko. Það er ekki, svo ég segi, það ekki hægt að ljúga sig út úr þessu, það eitthvað bara mikið að. Þetta alveg með ólíkindum að þetta skuli ganga svona. Já, þetta eftirtektarvert og náttúrulega skýrir þessi niðurstaða sem eru hér á bara í gögnum frá þér. Það segir helvíti mikið þetta. Já, og þetta ekkert flókin útreikningur. En Guðmundur, hvað segja vélstjórar við þessari stöðu? Þetta eitthvað sem náttúrulega búið að vera vitað þó nokkuð lengi og 2019 minnum mig að þá skrifa ég þetta. Þá vorum við með kolmuna. Og þá gerðist það einn daginn að 3 skip landa á Vopnafirði hjá Granda og það var Brim og þar var takaðir 1 skip frá Sérinn, landa upp úr því og strax svo eftir takaðir norska skipið inn á milli og svo takaðir hitt skipið sitt. Þau sigldu öll bara samhliða til Vopnafjarðar. Og á þessum afla munaði 40% á verðum og útskýringin var svo að þegar að menn væru að reyna að nýta fjárfestinguna betur, það að segja að þú væri með fólk í vinnu og þú væri með nákvæmna fjárfesting og dót og þá væri stundum réttlætanlegt að fara upp í það verð að þú getur tekið þetta út á núlli. Í sömu grein bendi ég á skýrslu sem heitir eigur Íslendingi aflandsfélögum minnum ég að sé rétt nafn á henni og þar kemur fram sko að
að það vanti rúm 8% af verðmæti fisksins, útflutningsverðmætinu heim til Íslands. Já. Og það hefði þýtt þarna 2017 það vantaði tæpa 19 milljarða og þá er ég ekki bara að tala um sjóveiðina, heldur alla. Já. Og þessi skýrsla, það var nú gamall skattstjóri sem benti mér á hana. Já. Og hann Indriði G. Já. Hann var formaður í öðru stéttafélagi þó. Já. Og hann sagði það var svona þumalputtaregla þegar svona tölur eru eins og þú ert að benda okkur á hérna að það helmingurinn af upphæðinni hann skila sér til ríkisins á 2 árum. Það gerir það í sko hafnarsjóðunir eins og nefndir, þeir fá meira og sjómennir fá meiri laun og svo nota menn sko peningin í að versla sér eitthvað og þá er það komið út í samfélagið og virðisauka skattinn og dót og hann sagði að það var svona þumalputtaregla, helmingurum myndi skila sér á 2 árum. Og þá sjáu þið sko hvað er mikið í húi fyrir ríkið líka. Það var ekki tekið vel í þessa skýrslu og ég fór með hana í næstum alla þingflokka sem vildu tala við mig og vildu taka á móti mér. Og sko Brynjar Níelsson benti mér á það var hægt að kæra mig fyrir meiðir, ég var að bera það upp á menn að þeir væri að stela einhverju en sko skýrslan, það eina sem ég gerði þá var að lesa upp úr þessi skýrslu sem var unnin af Seðlabanka, skattstjóra og Hagstofunni. En hún endaði bara í skúffu ykkur staðar og hefur ekkert verið gert með hana. Nei, það mættir kannski taka og hrista ríkið af henni og taka hana til umfjöllunar upp á nýtt. Algjörlega og mér finnst eiginlega skrítið að það skuli ekki svona aðeins fyrir kafa ofan í þetta sko, fyrst að þessar stofnanir fengu þessa útkomu, hvernig væri þetta í dag, við erum að tala um munhærri tölur hérna núna og maður hefur ekki heyrt mikinn mismun á makrílverði á Íslandi og Færeyjum eins og í ár. Þetta er alveg skuggalega tölur og við fáum... Eru þeir að reyna að ná fyrir veiðigjöldunum eða hvað? Hækkunum á þeim? Það sé ekki eitthvað allt annað. Ef þeir geta gert það með því að stjórna svona verðinu að þá er eitthvað bilað í kerfinu sko. Já, maður náttúrulega veit það að það er mjög bilað kerfið allt sem snýra verðlagningu á sjávarfangi. Það er og hefur verið til margar ára og kannski alltaf það aðeins opnaðist þegar fiskmarkaðarnir byrjuðu hér 86 að þá fóru menn að sjá mun á að skipunum sem voru að selja á markaðnum og skipunum sem voru í föstum viðskiptum, hvað verðmunurinn var á milli þessara svokölluðu föstu samninga sem voru í gangi og svo markaðsverðana og náttúrulega byrjaði þetta kannski þegar að bátar fóru að sendi gáma fisk á markað erlendis og náttúrulega í gegnum tíðina þeir voru að sigla á markað bæði Bretland og Þýskaland. En hvað geta stéttarfélög gert til að leiðrétta þetta? Sko, eins og fyrirkomulagi núna, þá er haldinn fundur með áhöfn í upphafi vertíðar og það er sagt frá verðhorfum og möguleikum og talað veiði vísvegar heiminn sem hefur vissulega áhrif ansíusur í Suður-Afríku og svo framvegis en svo eftir vertíðina þá ber þeim að halda annan fund og þá á að koma raunveruleg verð upp úr pakkanum og þá þeir hafa svo sem þeir verða að fá að eiga það sem þeir eiga sem bætt við að þeir fengu betra verðheldur en þeir reiknuðu með þá að menn fengið greitt uppbót á vertíðina og ég býð spenntur eftir að sjá afurðaverði núna. Það er svona þumalputtaregla að 1/3 eigi að renna til skips af makríl sem fer til vinnslu en í dag sko að ef að 1/3 rennur til skips hjá Færeyingunum að þá verði annarkvort mörgum sinnum meira ef það er rétt
að þetta svona alheimsverð 1/3 af þessu íslenska verði sé að renna til skips, að þá eru færeyskar verksmiðjur að borga 100% markaðsverð fyrir fiskinn, og ég bara trúi því ekki fyrir ég sé það sko. Þannig að Nei, ég reyndar hefur upplýsingar um það bara frá því í morgun að eitt skip frá Brím var að frysta makríl út í hafi og þeir voru að fá 370 krónur fyrir frosna afurð. heilfryst. En þá spurningin, er verið að klippa eitthvað af því í gegnum eitthvað sölufélag úti? Já, það er stóra spurningin. Hvort að það veit maður náttúrulega. Svo hefur maður heyrt að Færeyingarnir séu að selja Rússland og við ekki, en við séum að selja, eða fyrirtæki hérna séu að selja til Egyptalands í eigin félög þar úti og þaðan fara til Rússlands. Þannig að þeir séu ekkert að missa markaði. Nei. Það var líka sagt að það hefði verið ákveðin fyrirtæki að selja til Hvíta-Rússlands og það hefði það farið yfir til Rússlands. Já. En auðvitað kannski hefði betur verið fylgst með þessu og rakið hvernig þetta væri nákvæmlega. Því það ætti að vera auðvelt að gera það. Það var hér aðalinn sem gaf sig út fyrir að reykja svona og við fengum hann í vinnuntíma. Já. Og þegar þetta var komið svolítið út fyrir Evrópu að þá stoppar þráðurinn, þá erfiðar að reykja það alla leið. Já. En innan Evrópu var allt í lagi. Það fór mikið að makríl til Hollands í einhverja skemmu þar. Já. Og við bendum ykkur tíðan á það, svo hættur að flytja til Hollands og þetta fór í frystigeymslu þar annars staðar í staðinn. Sko, það eru reglur innan Evrópu og þær hljóðu upp á það að þú megir sko endur verðleggja 15%, alltaf 15%. Er mér sagt og við vitum að fullt af fyrirtækjum eiga sko dótturfyrirtæki. Já, bókstaflega dótturfyrirtæki sem selja til og þau selja svo áfram sko. Og þar geta myndað upp á þessi 15% og það er löglegt. Þeir eru sett að þessi mjög strangt eftirlit með þessu í Þýskalandi. En mér skilst að sum fyrirtæki sem eru í botfiski að þau eigi líka svona sölufyrirtæki í Þýskalandi og vinnslu og selji svo áfram niður til Portugal í sitt fyrirtæki líka sko. Þannig að ef þú ert farin að taka þetta nokkru sinnum í virðiskeðunni að þá er þetta nokkuð mikill peningur sko. Þá býrðu til mörg 15%. Já, þú getur allavega búið það til tvisar virðist vera þess að það hafi einhver eftirkost sko. Já, og sé löglegt. Það telst löglegt sko. Það telst löglegt. En ég veit að þjóðverðarnir eru strangir í eftirliti á þessu og menn passa sig örugglega að vera réttum megin við 15% þar sko. Já, það er ekki ólíklegt. En heildar veiði eða heildar veiðin sem við erum með, hvað þýðir þetta þar? Við skulum þá bara, ég tók þarna saman kolmunaveiðina og síldveiðina og svona meðaltalslóðunaveiði síðustu 10 ár og sett inn í skjal. Og eigum við ekki skella því bara á toppinn. Þá fáum við mynd númer 2. Já. Og þarna vantar 45 milljarða í aflaverðmætið miðað við landa í Færeyjum. Þetta er svona, já. Og töpu laun sjómanna. Þarna ertu ekki að tala við Noreg. Nei, bara við Færeyjar. Þetta er bara við Færeyjar. Bara við Færeyjar, veitt á svipuðum tíma og þetta er bara upplýsingar sem ég hef frá færeyskum sjómönnum og íslenskum sjómönnum og svona, þetta er bara dæmi sem er búið til sem að ég held að halli frekar sko útgerðinni hag heldur en hitt, að ég svona passa mig að reyna ekki að vera áætlaða neitt svoleiðis. Og þarna vantar bara 9,3 milljarða að meðaltali í launaumslagi hjá sjómönnum á Íslandi á ári. Á einu ári. Og þá skattekjur ríkissjóðs 2,9 milljarðar. Já.
og í útsvarstekjur og hafnargjöld eru 2 milljarðar, hugsið ykkur það, þetta eru 2 milljarðar sem að sjávarútvegs sveitafélög þar sem að sjómenn eru stórir útsvarsgreiðendur eru ekki að fá fullt verð. Já, svo eru grenjandi svo grísir eitthvað það lagt aðeins á þessi fyrirtæki, það vantar ekki, en svo verið að snuða á þarna 2 milljarðar þá segja ekki neitt. Og ef það ætlar að fá það úr fylgsninu svona til að segja kannski eitthvað, þá segir þau bara strandveiðar, þá koma þær alveg snarri vitleysu fram. Já, það þarf að loka þeim. Já, þá segja bara strandveiðar, þá koma þær. En þetta er opbóðslega miklar upphæður, hugsið ykkur 9,2-3 milljarðar í launaumslaka. Já. Og þetta mál, að þetta ætti bara stjórnvöld og fjármálar á þeirra að skoða. Auðvitað þyrfti alþingi að taka þetta fyrir og breyta lögum þannig að það kæmi rétt verð til handa sveitafélögum, sjómönnum og þar að leiðandi ríkissjóði því þeir eru náttúrulega að hafa tekjur á þessu líka, skattekjurnar. Eða það verður það bara aðskilja veiðar og vinnslu til að fá rétta verðmyndun. Og það er náttúrulega ætti að vera að krafa hjá öllum stéttafélögum að allur fiskur er verðlagður inn á fiskmörkuð. Já. Hvað segir þú það, Guðmundur? Jú, ég væri mjög hlynntur því að við getum komið í þannig fyrir, sko. Menn vilja, hann var svona kannski verið hræddur hvernig eigum að hafa það, eigum að hleypa útlendingum inn á þá fiskmarkaði til dæmis. Og þá erum við hræddir að þeim er leyfilegt að versla á mörkuðum í dag og þá sko er hætt á öll vinnsla myndi flýtast erlendis en við sjáum líka hvernig þið bregðast við núna Binni Blanki búin að loka sinni vinnslu og segja fólkinu þar sama tíma heyrir sögur það að hann sé að opna ykkur vinnslu í Portugal, ég veit ekki hvort að það er eitthvað kjaftasögur en við vitum það að hann er að loka þessari vinnslu sinni til að spara upp í veiðigjöldin, segir hann. En það ég held nefnilega að þeir tækju kannski álíkan hagnað af vinnslunni eins og útgerðinni, sko. Þannig að það væri kannski vitlaust að skjóta þá mjólkurkú til að spara. En það er náttúrulega tilhneiging hjá útgerðinni. Þegar þeir eru með útgerð og fiskvinnslu að koma sem mestum kostnaði frá fiskvinnslunni yfir á útgerðina. Því þá eru lægri afkomutölur hjá útgerðinni og jafnvel lækka veiðigjöldin. Já, og þeir þar að leiðandi er líka sko þeirra hagur að vera með frekar ódýrt fiskverð en hagnaðinn á vinnslunni sko. Þannig að þeir borga ekki veiðigjöld af vinnslunni. Nei, en upphafi þá var einhver virðisauki af því líka. Já. Af því verðmæti sem skapaðist þar, svo var því breytt. Þannig að ég held að við þurfum að fara að hugsa þetta kerfi okkar svolítið upp og nýtt. Ég held að það sé bara liggi í augum uppi að það verður að gera það. Og það þýðir ekkert að láta staðan numið núna við hækkun og veiðigjöldum. Það þarf að taka þetta kerfi allt til endurskoðunar. Og svo eru náttúrulega bara eins og var í fréttum í gær í sambandi við botnvörpuveiðar og hvaða afleiðingar þær botnvarpan er að hafa bara á landgrunninu okkar. En mér fannst bara mesti skandallinn sem var í kvöldfréttanum í gær þegar hún Hrönn Egilsdóttir sagði að það væri ekki stund á tóveðar fyrir inn á 12 mílur. Þeir eru svona sérfræðingur hjá Hafrannsóknastofnun og ég bara vorkenni henni að hafa látið þetta út úr sér. Já, hún ætti að fara út af Sandgerði. Eða Vík í Mýrdal og svona bara Ingólfsóðan og Vík í Mýrdal og þar sem er verið að toga upp á 3 og 4 mílur alls staðar. Já, þetta var svolítið neyðarlegt hjá þeim sko. Já, þetta segir líka kannski dálítið hvað þau eru aftarlega á merinni í rauninni í þekkingu og
sem þau að jafnvel sjálfa að stjórna. Það var fjöldi manna og við sendum leiðréttinguna RÚV, þetta væri bara ekki rétt sem væri verið að segja þarna. Já. Og fullt af manni gerðu það og það verið spennandi að sjá hvort það er leiðrétta þetta. Já. Eða hvort það Hafrannsóknastofnun ætlar að leiðrétta þetta. Þetta eru fréttir kjærdagsins, það tekur því ekki að vera. Nei, það er hægt á því að það verði afgreitt þannig. Í þessum hraða fréttaflutningi sem við erum með í dag að þá dollir ekkert í fréttunum í 1-2 sólarhringa sko. Nei. Ekki nema að þú sért að gera eitthvað hörmulegt af þeir sem að En þetta þetta svakalig frétt, bara hvað verið að snuða sjómenn og samfélagið með þessum verðum. Já. Þetta ætti að vera bara stór frétt. Þetta hefði maður til dæmis haldið að sjávarútvegs sveitafélög ættu að vera með á oddinum í sinni baráttu fyrir bættri stöðu sveitafélagana á sveitastjórnarmenn sem að fara að bjóða sig fram núna í kosningum næsta vor 16. maí ættu náttúrulega að vera með þetta á stefnuskrá. Öll framboðin ættu raunverulega að vera með þá stefnuskrá að fá fullar útsvarstekjur af sjómönnum. Já, og á réttu verði og hærri hafnargjöld. Þau ættu að beita alveg gríðarlega þrýstingi á stjórnmálamenn og ríkisstjórn og fjármálaráðherra. Já, þetta myndi gjörbreyta stöðu margra sveitafélaga. Já. Þeim munar að fá 40-50% hærri útsvarstekjur af sjómönnunum sínum. Svo bara dapurt, sjómennir alveg brjálaðir út af þessu. Þú ekkert að segja. Þeir geta ekkert sagt. Þá bara missaði plássið. Þeir eru fyrirvinna. Þeir eru á húsnæði í þessum sveitafélögum. Já. Og þeir þóru ekki einu sinni að vera vinir mínir á Facebook, sko. Mér er bara hent út, sko, því ég opna munnin, sko. Sko, það er náttúrulega ýmislegt skrítið í þessu. Verð á fiski í beinnisölu sem að Verðlagsstofa reiknar út og ákveður. Þetta kemur, var þetta ekki 80 eitthvað? 86, 88 sem við fáum þetta inn. Þú ert með okkur hérna í þessu? Nei, það er seinna sko. Þetta er eiginlega þegar Verðlagsstofa er sett á laggirnar þá er það 99 eða 2000. Nei, var það svo. Já, sko Verðlagsstofa sem slík. Já, ég man að það var ekki Verðlagsstofu verð, það hét hérna fram að því þá var það hvað var að kalla þetta? Það var eitthvað nefnd sem að ákvaða þetta. Já. Svo stofnuðu þess að Verðlagsstofu og þetta gert í einhverjum kjarasamningu. Ég man að við sömdum fyrstir hérna vélstjórar. Fórum hringinn í einhverju flugvél að kynna samningana og þá væntanlegur verðlagsstjóri var með okkur að kynna fyrir hvernig Verðlagsstofa myndi vinna sko. Og Akureyningurinn Valtýrsson eða Valtýr. Já, Valtýr. En það þarna sko þar var hugsunin að það er tryggt sko miðast við eitthvað 8-10% af vegnum meðalverði á fiski, beinnisölum, útflutningi og eitthvað svoleiðis og flókin útreikningar við það en vissulega á þessum tíma það sem var búið að koma í þannig fyrir á útgerðin og sjómennir áttu bara að semja sér og mörgum stöðum á landinu þá kom bara útgerðarmaðurinn í janúar og sagði hvað verðin yrðu þessa vertíðina? Já, bara þetta árið. Þetta árið. Og hérna okkur fannst mikill fengur að fá þess að Verðlagsstofu og hún gerði mikið gagn sérstaklega til að byrja með. Mér finnst einhvern veginn að svona við komum til umhugsunar þegar ákveðin verð þarna inni hafa setið först eins og til dæmis í Ufsanum að hann þessi lægri núna heldur en að var í upphafi árs 23 í krónutölutalið og þarna það er engin marka með Ufsa þetta er bara beina salan og þá vantar eiginlega hitt andvægið til þess að passa í útreikningana hins vegar á að taka líka tillit til afurðaverðs en það hefur verið sko þrautið þingri að fá það svona rafrænt á milli eins og hægt er að gera þannig að Verðlagsstofa geti sko
sinnt sínu starfi og svo náttúrulega búið að skera niður fjárveitingar til verðlagsstofu, þetta bara 3 ár manneskjur sem vinna þau komast ekki yfir allt og síðustu samningum að þá kvörtuðum við mikið undan þessu og það var við vorum sammála það samningsaðilar þess að fæst með okkur að verðlagsstofu verið tryggt fjármagn í samræði við ákvæði annarra greina laga verðlagsstofu og gæti þá verið eyrnamerkt nægilega mikið fjárlög til þess að gætu sinnt í hlutverki sem eiga að gera. En þetta kannski ekki bara bundið við verðlagsstofu, við kvartum líka undan að sjúkrahúsin fáið svo lítið að þau geti ekki sinnt sínu. Já, það er alveg rétt. En við lögðum á það áherslu í þessi sameiginlegu ályktun sem er þarna bókun með síðasta kjarasamningi að verðlagsstofu eru gerð kleift að nálgast upplýsingar afurðaverð með rafrænum hætti frá tollstjóra og fulltrúar SFS benda á það að verðlagsstofa nálgist öll verð frá tollstjóra með rafrænum hætti en það er bara ekki það sem að starfsfólki á verðlagsstofu segir að þeir segja að þeir geti bara pantað eftir einhverjum ákveðnu skipi, ákveðnar landanir ef þau vilja sjá eitthvað en ef það var hægt að keyra þetta yfir í einhvern gagnagrunn rafrænt að þá hefðu menn alveg útreikningan fyrir fram að sig og getur skoða þetta bara mánuði til mánuði. En er það viðunandi fyrir hönd sjómanna starfandi að gera 10 ára samning? Já. Við flest ári sem ég þegar að verðlagsmálin er ekki meira á hreinu og betri heldur en raun ber vitni. Nei, en við erum þó með einhverja svona bókanir inn á milli og þau ár sem ég hef verið til sjós frá 75 til 2018 að þá hafa liðið tímar sem við höfum samið til 3-4 ára en verið samningslausir í 7-8 ár vegna þess að það hefur ekkert verið hægt að semja og það hafi verið þannig árferði þá að sjómenn hafa ekki alveg verið tilbúin að fara í verkfall þetta ári þannig að þetta er með ákvæði við getum sagt samningnum upp eftir 4 ár og þá með árs fyrirvara þannig að þá er hann laus eftir 5 ár og það er eitthvað sem að fer að líða að og menn þurfa að taka ákvörðunum erum við sáttir eða ekki Já. Og við vitum það eins og þú bentir á að út á landi þá þora menn ekki að tjá sig. Nei, svona lítil félög þau eru ekki að blása til orustu. Það er nú bara tilfellið. Við höfum lent í að vera að stéttarfélögin að stíga inn í mál út á landi saman og í sumum málum hefur við náð samningum sem voru miklu betri en tilboðin en þar var afturvirt og eiginlega röngu uppgjör að ræða en það var enginn sem var tilbúin að koma með kennitölu svo við getum gengið alla leið. En svona með þrjósku og þermóskuða þá gátum við náð árangri. Það er bara þannig ef einhver stendur upp og ber í borðið og rífur kjaft fiskverð sérstaklega og launakjör að þá er honum bara sagt að fá sér vinnu annar staðar. Það er bara staðreind og þetta er miklu verra núna heldur en það var fyrir 10-20 árum síðan og er eiginlega alltaf að versna. Þetta versnar með fækkun eða meiri samþjöppun og fækkun skipa og fækkun útgerða og fækkun í áhöfnum og þú getur ekkert alltaf labbað til næsta mann og þegar þú býr út á landi þá getur þú þurft að flytja landsóttan á milli til að fá sambarilega vinnu og jafnvel færðana ekki Já. Og ég hef alveg skilning að strákarnir vilja ekki leggja allt undir. Nei, það er ósköp eðlilegt að þeir á meðan að stéttarfélögin get ekki í rauninni unni vinnuna fyrir þá. En auðvitað þurfa forystumenn í stéttarfélögum að hafa bakland þá frá
viðkomandi einstaklingum. Í þessu máli þurfa bara stjórnvöld að stíga fram og grípa inn í. Auðvitað ætti það að vera. Það er bara við sjáum bara, höfum ekki séð það. Það er kannski smá möguleiki núna með þessum nýju stjórnvöldum sem eru nýkomnar til valda 8-9 mánuði að þau geri eitthvað í þessu málum. Það er óskandi. En þetta er við ramma reipa að draga eins og allir vita. Já. Mjög athyglisvert að heyra í atvinnuvegaráðherra sko þegar þau voru að fara út í hvernig við verðleggja á þessu auðlindagjöld að þeir ætla að miða við eitthvað annað heldur en aflaverðmæti upp úr skipi sem ég finnst bara að vera viðurkenning frá stjórnvöldum að það er ekkert að marka það sem borgaði fyrir fiskinn sko. Nei. Þannig að ég vil bara fá það samþýtt að þetta er viðurkenning á því og við erum með þannig kjarasamninga, við eigum að fá hluta aflaverðmætinu og þá þarf aflaverðmæti að vera rétt. Og það náttúrulega er í kjarasamningu líka að alltaf skal tryggja, útgerðin skal alltaf tryggja sjómönnum hæsta verð. Jú, það verður aldrei verið farið eftir því sem ég byrjaði til sjós. Það er alveg rétt. En það er allavega það að þeir fáið þetta sanngjarna verð, fáið skipti af því sem að útgerðin fær. En þetta er svo áberandi í þessum tölum sem að Gulli er að sýna okkur hérna. Hvernig við erum að hlunnfara þess vegna sveitafélög. Ef ekki skella númer 2 aftur á skjáin bara svona. Jú, það væri ágætt ef það væri hægt. Svona leifa þess að vera svolítið á þannig að maður sjá þetta og geti rýnt í gegnum þetta bara. Já. Það er mjög áberandi þessar tölur og þetta eru sko engar smátölur. Þetta eru nefnilega engar smátölur. En ég vil nú segja það stéttarfélögum til varnar að svona síðustu 10-15 árin þá hafa stéttarfélög verið duglega að tala um þetta en þeir hafa ekki fengið neitt aðgang að stjórnvöldum eða fjölmiðlum. Þetta þykir ekki spennandi umræða sko. Nei, það er alveg rétt og það eru ekki margir fjölmiðlar fyrir utan samstöðina að vekja athygli á málefnum sjávarútvegs. Nei. Með þætti eða umræðu þætti sjávarútvegsmál. Ef þetta kemur eitthvað í kastljósi hjá Ríkissjónvarpinu að þá er það kannski 5 eða 10 mínútur eða eitthvað sem að stoppar lítið og skilur lítið eftir. Ég held að sko, við þurfum að fara að kalla á ykkur endurskoðun á öllu þessu kerfi okkar. Það er náttúrulega best ef við náum að vinna þetta í sátt og samlyndi. Við eigum ekki að láta sko, atvinnuvegin að kljúfa þjóðinni í herðanir. Sko. Þannig að við þurfum að ná tökum á þessu og við vitum að það sem eru stóri peningar eru alltaf mikla freistingar en það á líka að vera hægt að skipta þeim sanngjarnt á milli manna. Þar er hnífurinn í kúnni að það er ekki hægt að komast í það þeir sem telja sig eiga þetta og mega þetta að þeir ætla að halda því áfram. Það er erfitt að snúa upp á hendurnar á þeim og breyta þessu og þannig að þetta sé gert á sanngirni en til dæmis það að setja allan fiskinn á fiskmarkað. Það er ákveðin lausn. Þá fáum við rétt verð og aðskilja veiðar og vinnslu alveg. Gera það með svipuðum hætti og Færeyingarnir gera. Já, mér litist vel á það en það veitt að setja allan fisk á markað ef við opnum ekki markað eða opnum markana fyrir útlendingum hérna að þá eru bara þessar stórútgerðir að bjóða í þetta og þá fá þeir bara fiskina á þessu sko. Það er kannski meiri von til þess að það verði þá til sjálfstæða vinnslur sem að geti þeim myndi fjölga. Það myndi þá hífa verðið upp.
í fyrstu, ef þú gerir þetta í einum áfanga sem þú þarft ekki að gera, þú getur tekið 10%, 15%, 20% í einu hérna inn á markaðinn á meðan hann að jafnast og nýjir aðilar að koma inn í fiskvinnslu eða sem sæju sér möguleika á því að þjónust eitthvað hótel eða hótelkeðjur erlendis og gætu skapa sér grunna að flaka fisk í kannski litlu mæli til að byrja með. Þá það ekkert, þetta allt mögulegt. Já, ég alveg saman, þetta allt mögulegt. Við þurfum bara í þessu sem öðru þegar við förum að breyta kerfum þá vorum við að stíga mjög varlega til jarðar þannig að Já, við þurfum ekki að gera þetta allt á einum degi. Það má gera þetta í áföngum. Góðir hluti gerast hægt. Já, það alveg hægt að gera það þannig á þess vegna nokkrum árum, 4-5 árum var alveg hægt að gera þetta 20% á ári að setja 20% inn á markað, tryggja það. En ég hugsa eins og með uppsjáfiskinn, ef það bara í boði, ok, við allir mætti bjóða í hann, en honum í landa á Íslandi, þá myndi engin útlendingur vera að kaupa það, sko. Þeir myndu slá stöðuna bara hérna innanlands. Já, og sko við höfum sagt að það hefur komið til talsamenn og sagt, sko, eigum við ekki bara að fara að heimta fá fiskinn okkar, sko, eins og þetta var í upphafi, sko, við fengjum bara hluta aflanum í okkar, sko. Ég hef nú sagt til strákana að það erfiðara með sjáfiskinn, við tökum ekki 300 tonn heim til okkar en við getum kannski saman það að 1/3 fengi að fara til Færeyja og við fengjum launin úr því en það sem í þessu máli það var að stíga fara varlega á stað og leyfa þessu að gerast í smærri skrefum en þanga til að þá skulda útgerðarmenn okkur að skýra það út þar sem að verðmunurinn svona gigatískur eins og við sjáum hvað veldur það þessi verðmunur á milli íslenskra útgerða eins og ég hef sagt að Binni Blank alltaf lægstur, það að segja vinslustöðunni í Vestmannaeyjum og það hefur verið viðurkenningar til að þeir hafa ekki verið með nýjustu skipin, þeir hafa yfirleitt verið með lélegri kælingu, meira hráefni sem fer í bræðslu og eitthvað svona sem skýrir hluta þessu en mér finnst að þurfu ekki að skýra allt Binni segir bara einhver verður að vera næstur en þeir skulda okkur skýringu sjómönnum og þjóðinni hvers vegna þetta svona Já Eða við þurfum bara að fá Færeyinga til að gera þessi skip út. Já. En það náttúrulega bara allt annað rekstrar umhverfi hjá Færeyingunum heldur en okkur. Það ekki þessar arðgreiðslur út úr fyrirtækjum eins og stærstu fyrirtækjunum okkar. Þeir ekki að greiða sér arð út úr sjávarútvegsfyrirtækjum held ég bara sem neinu nemur, sko. Það bara þekkist ekki hjá þeim. Ég held reyndar að það sé aðeins í vaxandi mæli. Já, það getur vel verið auðvitað að það eru náttúrulega íslensk fyrirtæki meiri segja í Færeyjum. Jú. Og ekki bara í fiskveiðum. Nei. Þannig að þetta nauðsynlegt að við stokkum þetta upp og ég hefði mælst til þess að stéttarfélög legðu áherslu á það við stjórnvöld að stokka þetta upp, þetta kerfi. Kæmu meiri krafti inn í það heldur þau hafa gert í gegnum tíðina. Ég reyndi þetta á sínum tíma með litlum árangri en ég hvet stéttarfélögin til þess í dag að reyna að vekja athygli stjórnvald á þessu og alvöru uppstokkun. Og eins og ég nefndi með þessa skýrslu sem við fengum í hendurnar 2019 og það greinar sem ég skrifaði þá og þá fór ég í þessa herferð og fekk samtal við flest alla þingflokkana bara flestur stöðum var það bara niður í þingi eða á þeirra heimilum og þar sem við vorum að tala við heilu þingflokkana
en það skilaði akkurat engu. Ég byrjar að sækjum núna að fá að komast inn í stjórnarflokkana, í samtal við stjórnarflokkana. Já. Því að þeir flokkar voru ekki stjórn síðast. Nei. Og vita hvort að það hreyfir eitthvað við þeim, en við náum þessu aldrei nema að vekja athygli á þessu, sko. Spurningin er bara, er hægt að gera það mjög kurteislega eða þurfum við að gera það með háa? Já. Það er náttúrulega til alls orðs fyrst í þessu eins og öllu öðru og vekja athygli á þessu og reyna að fá fólk til að skilja þetta. Við náttúrulega, ég er nú varaþingmaður og hef fylgst með að það er á Alþingi bara fullt af þingmönnum sem vita ekkert í sinn haus sjávarútveg og þau eru uppfull af því að trúa bullinu sem í gangi sjávarútveg. Þeir fullir það við opnun á sjávarútvegssýningu núna bara í síðustu viku að við séum með besta fiskveiðistjórnunarkerfi í heimi. Þó svo að við veiðum ekki humar, bönnum lúðuveiðar, bönnum loðnuveiðar og veiðum ekki nema helming af því sem við gátum veitt áður af þorski, minna vísu, ufsa og karfa. Suma karfategundir alveg bannað að veiða í runni. Og svo segja þær okkur að fiskverðið sé það hæðsta í heimi sem bara áróður og lygi. Við erum ekki að selja þorskin okkar á hæðstu verðum. Við erum ofalega miðað við heimsmarkaðsverð en það eru bara norðmenn að selja á 15-20% hærra verði heldur en við. Bæði saltfisk og ferskan fisk í dag. Og þannig að það ekkert sem stenst að þetta sé allt í besta lagi sem við erum að gera. Það bara ekki satt, það ekki bara rétt. Og sennilega erum við að nota of mikið botnvörpu við veiðar á bolfiski og jafnvel á til dæmis loðnu með flottroll og annað þess háttar og makríl og öðrum tegundum. Þar erum við að nota flottroll sem að menn fullir að fari mjög illa með. Var það ekki einhverju sjáskipstjóri sem að sagði ef þú veiðir 1000 tonna síld í flotvarpi þá drepur svona 2-3 tonna? Jú, þeir hafa sagt þetta. Já, og eitthvað svipað í loðni. Ég bara man eftir skipstjóra sem við vorum nú að tala hérna fyrir fundin. Lárus Grímsson, hann sagði það að ég kom að torfu sem ég hefði fengið 1000 tonn með því að kasta á hana. En ég fór í gegnum hana með flottrolli og ég náði 300 tonn og torfan sprungin í frumöndir. Og hann reyndi að fara tilbaka en þá fékk hann ekkert. Og það alveg ljóst með viðkvæmum fisk eins og síld að ef að hún kemst í gegnum Moskva að þá lifir hún ekki lengi. Þá er hún dauð, leið og eitthvað, ef eitthvað hreistur fer af henni. Nákvæmlega, en loðnan harðgerðari þannig séð, ekki með viðkvæmt hreistur og að ég bara þóri ekki að segja hvað lifir mikið að henni. Þeir segja samt, sko, hún taugaveiklasta fiskurinn sem hefur komið inn í fiskaldið þarna á staði fyrir utan Grindavík. Ef þú sparkar í karið þá drepast nokkrar. Þeir segja hún sé svo taugaveiklasta sem þeir hafa verið með hann inni. Já, það getur vel verið satt, sko. En við vitum það alveg þegar við vorum á loðunni, menn máttu varla kveiki sígarett á nóttunni þegar það verið að kasta á þér, sko. Ef þú mistir spannan í dekkið þá torfa farinn. Það þarna, við vitum það að þetta eru viðkvæmdýr og við vitum það að með trollunum að þá alltaf einhver fiskur sem fer í gegn. Það líka botnfiskunum sem nær svo ekki að lifa. En þannig að skynsamlega ef þú ætlar að vera með nákvæma talningu að þá best að vera bara með krókana, sko. En við vitum það líka að fyrir daga sko kvótakerfisins þegar við vorum með svona heildarkerfi og skrapdagakerfi og máttum veiða þorski einhverja daga og svo verðum við að veiða aðra tegundir þar og eftir
að þá fórum við alltaf þó árinu var skipt niður í nokkuð tímabil fram yfir kvótan. Það var svo vont að halda utanum það. Svo þegar þetta kerfi byrjar á fisk á skip að þá náum við betur að halda utanum veiddan afla og halda okkur innan þeirra markar sem við ætlum að vera. En þú mátt náttúrulega ekki gleyma brottkasti og þú mátt ekki heldur gleyma framhjálundun og þú mátt ekki heldur gleyma því sem eru fylgikvillar í þessu kerfi. Falsaðar vigtaprufur eða nýtingaprufur á frystiskipum og annað í þeim dúr. Það eru ýmislegt í gangi sem að kannski ekki alveg eftir biblíunni, sko. Þú veist að Greta menn við höfum aldrei tekið þótt í brottkasti. Nei. En það sko... Það vil nú svo til að ég hef gert það og ég hef orðið vitni að því. En auðvitað voru við allir vitni að því einhverju mæli sem hefur verið til sjós svona lengi. En það sko... Þegar mér voru að reyna að finna upp kerfi sem gæti haldið utanum þetta, þá fannst mér að menn vera komnir á rétta leið þegar fóru að veita kvóta og hvað skip. En það sem ég var alltaf á móti og alltaf hræddur við, að það var framsalið. Enda framsalið verðmætasti afurðin í fiskinum. Þú selur þetta á langhæsta verðið á kílóið. Já, þú sér þetta eins og þetta í dag að 1 tonn af þorski veiði nýtingin á því 7,5 milljón krónur virði. 1 tonn. Og ef þú átt það og getur leigt það innan ársins, þá leigur það á 500 krónur kílóið. Og ég efins um að þú hafir 500 krónur út úr kílóinu þó þú vinnir það. Í dýrustu umbúðir eða það sem þú ert að gera. Og það eru til dæmi útgerðir sem að voru með botnfiskafla og uppsjávarafla en eru í dag að þá veiða þær bara uppsjávarafla og selja svo botnfiskaflan. Leigja hann frá sér innan ársins. Og það sagði mér einn vinur minn sem að fór aðra leið í lífinu og endaði í háskóla og tók hagfræði. Hann sagði ég öfunda aldrei sjómenn þó þau verið með góð laun. En þegar þetta skipti sko fór að snúast að selja fiskina þá sagði ég nú get ég. En hann hefur aldrei komist í það en þetta sko við þurfum aðeins að passa okkur hvernig við förum með þessu auðlind. Já, en það nú kannski það sem að hjá okkur. Og þó svo að menn hafi viljað taka upp kvótakerfi 84 og viljað pröfa frjálst framsal 91 að þegar að þeir sáu í hvað stemdi og hvað þetta leiddi af sér þá áttu menn að breyta skiptum skoðun þegar þeir sáu hvað þetta var orðið hættulegt fyrir þjóðfélagið og hvað við gætum í rauninni með miklu betri stjórnun á þessum hlutum verið að hafa miklu meiri tekjur fyrir þjóðina út úr sjávarútvegum með réttum vinnubrögðum. Já, þessi ríkisstjórn búin að viðurkenna það. Þeir miða ekki einu sinni við aflaverðmæti upp úr skipið, þeir miða við eitthvað allt annað en þar með þeir að segja við þjóðina það bara einfaldlega rangt aflaverðmæti. Hafið þið heyrt ykkur að tölur hvaða verð þeir miða við eins og í uppsjávarfiski í sínum útreikningum með veiðileyfagjöld? Nei, þeir náttúrulega miðuðu við upphaflega með norskt markaðsverð á uppsjávarfiski en síðan dróður það nú eða lækkuðu það niður í 80%. Já, sko norska verði var undir til að byrja með. Ég held að Danir séu bara með eina verksmiðju á Skagen og þeir bjóða svona í afla sko og það alveg dæmið það þess að íslenskar útgerðir hafa verið að bjóða í afla á norskum skipum á þessum uppboðsmarkaði. Þannig að þetta það voru nú fleiri verksmiðjur í Danmörku sko, það var verksmiðja í Hirsals Esbjerg, Hirsals og Skagen og gott ef ekki var í Hansholm líka.
Alveg örugglega. Ég held að standi bara eftir þarna Skaganverksmiðjan. Í Skagan. Já. Já. En við höfum verk að vinna. Já, það er svona, en hvernig líst hér á framhaldið? Núna er að verða komið að hvað er samningurinn búin að vera gildi langa tíma? Við þurfum að taka ykkur ákvörðun næsta ári. Hvort að þið ætla að segja honum upp eða ekki? Já, og það veldur alltaf á því eins og alltaf verið stæðsti áhrifavaldurinn hjá sjómönnum. Ef að kemur gott ára þá vill engi segja upp samningnum, sko. En við þurfum að fara vel yfir að það er ekki bara við sem getur sagt honum upp. SFS getur sagt honum upp líka, verði verulega breytingar. Og ég er mjög fróðlegt að vita hvort að þeir telji þetta það mikla breytingar að þeir ætla að fara að segja upp samningum. Ég get eiginlega fullvissað að þeir gera það ekki. Þá kannski en þegar þú ert búin að fá sko, menn hafa deilt á hana langa samning, þegar þú ert með eitthvað kerfið þar sem þú fær hlut af aflaverðmæti og ef að það var í einhverju gagnsæju kerfi sem að þú treystir, að þá breytur voðalega litlu í kjarasamningunum. Já, en nú sjáið þið þetta, hvað vantar upp á? Algjörlega, sko. Og það náttúrulega getur ekki þýtt annað heldur en það að þið segið upp samning. Sko, já, það vantar 200 krónur á kíló að meðalverði. Og eins og ég segi, útgerðarmenn skulda okkur skýringa og þingmenn þurfa að segja okkur hvernig þeir ætla að bregðast við þessu. Og ef að það þarf líka að skoða botnfiskinn, því að þar eru okkar flestu sjómenn, sko. En absolutt, það er ekki hægt að lífa með það að við fáum svona mikinn lægra verð heldur Færeyingar. Það verður að koma skýring þar sem að er trúverðug upp á borðið. Ég held hún sé ekki til ef að menn hækki verðið. Það er skýring sem er trúverðug. Og því að þetta getur ekki gengið svona, sko. Nei. Þeir verða bara að leggja fram á borðið sölunótur, hvert þeir eru að selja, hver er eigandi viðkomandi fyrirtækis. Já, en það er mjög ólíklegt ef þeir þurfa að leggja eitthvað á borðið að þeir geri það með þeim hætti að þeir þurfi jafnframt að skrifa tékka og borga mismunin. Já, þeir gera það ekki. Það er ólíklegt að þeir geri það. Menn hafa passað sig, sko, eftir að þetta kerfi kom á. Þá hafa margir passað sig að þeir eru svona örlítið fyrir neðan ágíska að verði er örlítið fyrir neðan þar sem fékkst, þannig menn fá alltaf smá bónus eftir verðtíðin. Já. En þessar tölur sem við vorum hérna með eru það gríðarlegar og það er náttúrulega kannski rétt að við fáum þriðju og síðustu myndina kjarasamningana sem standa þarna skýrt. Eru þið boðaðir á fund þarna með þeim í þessu? Já, það er farið að virka. Sko, þessi fundir eru nú yfirleitt í fjarfundi. Áhafnar dreifast sem staðar svolítið landið og þá erum við okkur alltaf boðið líka, þannig að við fáum að sitja þessu fundi og minnst það svona til bóta. Okkur er líka eins og Brim hefur alltaf gert það, okkur er boðið líka að koma í hús ef við viljum, sko. Og ég man á síðasta fundi sem ég var í húsi í Brimi, þá voru þeir að segja að það væri, sko, með hvernig er alltaf að fiska margir í eitt skip og eitthvað svoleiðis, sko, sem við höfum aðeins komið að þeim samningum líka, að það bætti verulega gæði aflans þegar hann kemur í land, að vera búin að vera stutt í skipinu. Já, það er náttúrulega munar hvort þú ert raunverulega bara með sólarins gamlan fisk eða 3 daga eða 4 daga. Algjörlega. Ég tilkynnti þeim það að þeir væru stæðstir í þessu og ég vænti þess fyrst að gæðin eru svona miklu betri
að sjómennir myndu fá að sjá það í verðinu. Já, njóta góðs af. Já. Þeir eru skrýtnir og svipin. Þarna aftur á móti held ég að það sé alveg orðið klárt að með betri kælingum, betri skipum og svo leysa þá erum við að fá betri verð og þeir sem eru með lélugu skipið þeir fá einfallega lægri verð eða meiri prósent í bræðslu heldur en þurfa. Það nú sennilega virkar þannig að þeir þurfa að setja meira í bræðslu. Já. Hlutfallslega af aflanum. Nákvæmlega. En það skýrir ekki þann mikla mun sem á milli útgerða hérlendis sem sko lítill munur með að við hvað munar á verðum í Færeyjum og Noregi og það Nei. Það er náttúrulega að sjá það allir þegar þetta munar upp í 200 krónur á kílóið. Það er svona, við erum að tala um meðaltal. Já, meðaltal. Sumstaðar er það meira kannski og sumstaðar minna. Þeir borga mun betur þarna hjá síldavinnslunni skilst mér eins og fyrir austan. Síldavinnslan og Brim hafa yfirleitt verið hæst sko. Já. En þetta er hérna ótrúlegt hvað við erum að fást við að skuli ekki vera hægt að hafa þetta bara í góðu lagi og bara rétt. Og þurfi eiginlega að heimta að Alþingi Íslendinga bregðist við og geri þessa hluti og gangi þannig frá þeim að allir geti unað sátti við sitt. Ja, við skulum bara vona það að sveitafjöl og ríki að þeir fari bara að vakna til lífsins núna og fari bara að skoða þessi mála alvöru og setja bara kraft í þetta. Ég var nú svo frægur einu sinni fyrir 20 eitthvað árum síðan að flytja tillögu á hafnasambandsþingi það ásamt öðrum að allur fiskur yrði settur á fiskmarkað með hagsmuni sveitafélagsins í grunninn og það var skítfellt. Það voru útgerðarmenn sem hafðu séð fyrir því að fulltrúar flestra flokka voru á þeirra bandi í hafnarstjórnum landsins og meiri hlutum og sem réðu ferðinni og þorðu ekki að gera þetta. Ekki þá, en það er nú 20 eitthvað ár síðan. Þannig að við getum vonast til þess að það verði kannski einhver breyting á því. Og vonandi, og það þarf að vera, því þetta er gjörsamlega óviðunandi staða eins og þetta er í dag hjá okkur. Og það er dálítið sorglegt til þess að vita að þetta eru bara í rauninni 7 stór fyrirtæki sem eiga allan uppsjá á fiski. Og hafa og ráða yfir uppsjá á fiskinum í gegnum fyrirtæki sem þeir eru hlutafar í eða eiga að öllu leyti. Þannig að við þurfum að vona að þetta verði snúið tilbaka og reynda að laga þetta, að gera þetta með sómasamlegum hætti. Getum við ekki verið sammála um það? Jú, við verðum að bíða og vona en við hefum kannski ekki bara bíða og vona, við þurfum að halda áfram að vekja athygli á þessu og þið ég heiður skilið hér að þið hafi haldið nafni sjómannan á lofti þetta borð. Það ég trúi því að eins og þú sagðir áðan orður til alls fyrst og dropinn hólar steinin. Já. Allar þessar gömlu klísjar. Já, og við megum bara ekki gefast upp á meiri leið. Sko. Nei, og við gerum það. En ég ætla nú svona í lokin að þakka Pétri Fjellsteði, hérna útsendingarstjóra fyrir útsendinguna á þessum þætti og svo hveti ég alla áhugamennum sjávarútveg og reyndar önnur mál líka að styðja við bakið á stöðinni. Því það er auðvitað mikið atriði sérstaklega fyrir almenning að
það sé alvöru fjölmiðill að fjalla sjávarútveg og reyndar landsins-gagn og nauðsynjar á öllum sviðum. Og ég þakka bara fyrir mig og þakka ykkur fyrir komuna. Takk fyrir. Takk hérlega.